Og hvað vinnur þú við? Ég heiti Halldór Hjörleifs. Ég kennari hérna við húsasmíðadeildina og hef verið þann síðan 2024. Þá var þessi deild sett. Og hvað besta við að vinna hérna? Þetta góður vinnustaður. Það samhentur hópur hérna, starfsmenn og flottir nemendur. Og þetta vinnustaður sem að mann líður vel. Og hvað húsasmíðabrautin mest í að gera í verknámi og bóklegu námi? Þetta nám byggir á grunnnámi. Fyrst þegar þú kemur úr grunnskóla og fer í grunnnám, tekur grunnfög og fljótlega á önnur við að byrja svona verklegu. Þá byrjað að kenna á bæði efni og vélar, tæki, allt sem við notum hérna. Og út frá því er svona að vera að vinna í að smíða alls konar hluti hérna. Við erum með lítið verkstæði hérna og námið heldur svo áfram á 3. og 4. byggjum raun og veru lögð meiri áherslu á verknám og höfum við sett þetta þannig upp að nemarnir getur unnið þar í vinnu með þessu. Því að hluti af því að verða húsasmiður vinnustaðanám. Þannig að það metið inn í námið og við erum að smíða alls konar hluti. Við erum að smíða hús hérna út á eyju. Það hluti af þessu að smíða hús og innrétta hús. Þannig að þetta mjög fjölbreytt og skemmtilegt. Og hvað vannstu við áður en þú komst í skólann? Ég hef alltaf unnið við smíða síðan ég lærði það. Ég hef lærði húsasmíði og hef unnið við það. Lærði ég á fyrirtæki sem var að framleiða timburhús hérna í. Og síðan hef ég verið mikið sjálfstætt vinnandi hérna. Ég vann upp á landi í nokkur ár, var þá verkstjóri hjá Ístak. Það var aðalega í uppdeipu upp í Hvalfirði og síðan voru þetta verkefni sem voru hérna að byggja háskólann í Reykjavík og svo var ég á Kárahnjúkum. Þetta var skemmtilegt og uppbyggilegt en síðan var ég að vinna, þegar ég var að vinna upp á landi þá tók ég framhaldsnám, fór í byggingariðnfræði sem tækninám sem þú þarft að vera orðin sveit í iðngrein til að fara í þannig. Og þegar ég kom heim aftur þá vann ég við smíða þangað til ég byrjaði. Og hvað svona uppáhaldsfríið sem þú hefur farið yfir árið? Bestu fríið sem ég fer í bara í raun og veru yfir veturinn, fara bara aðeins í sól. Það hérna það sem við gerum, það sem ég ger núna. Ég fer eiginlega ekki í frí nema innanlands á sumrin og ég vil nota sumar hérna heima. Og varst þú í íþróttum þegar þú varst yngri? Já, aðeins sem strákur þá var ég í fótbolta. Það var svona hverfisfótbolti hérna á fyrr, fótboltafélög sem voru í hverfunum og fram unglingsár síðan hætti ég. Og sem langmikilvægasta spurningin að mati, hver uppáhalds-barnabókin? Segir þú. Heyrðu, ætli ég verð ekki að segja bara Halldórsson. Já, ég sammála því að þú ert frumburðurinn, fyrsta barnabarn. Ég sammála því. Ok. Hvernig bara að vera í svona námi, að vera til dæmis einhverja nemandi og þú ert bara að kenna þeim hvað byrja bara strax í tímum? Já, þegar menn koma hingað, ég aðalega með verklega kennslu hérna. Þessi stofa er enda búin þannig til, þið sjáuð hérna Hefilbekkina hérna. Þeir eru mjög litlir miðað við aðra skóla. Við erum með lítið pláss
og þetta er mjög lítið pláss sem við höfum úr að spila og við þurftum að aðlaga okkur svolítið að því með vélum og tækjum sem við keyptum. Þetta er reiknað með að ég tek bóklegt eitthvað hérna líka og þá notum við þetta sem kennsluborð. Það eru stólar hérna sem er hækkalegir, þannig en aðalega er þetta svæði ætlað í verklegt. Eru oft stundum bara nemendur að fara í eitthvað svona ferð eða bara gera eitthvað svona sérstaklega stór verkefni, til dæmis að búa til eitthvað hús, stólar, borð, eitthvað svona stórt sérstaklega? Já, ef við kíkjum hérna, beinið hérna myndavélinni þá sjáum við alls konar hluti sem eru hérna sem nemendur hafa verið að smíða og við erum aðallega að smíða litla hluti hérna inni, stóla, tröppur og svo er snúur að smíða í eldri nemendur að smíða snúi stiga sem ég teikna sjálfur. Ég hef farið með, við kennum þetta svolítið í lotukennslu, þá hef ég farið með þá í verknámsferðir, við höfum farið á byggingarsvæði og skoðað og farið í Laxey og fleiri staði, Stein og Olla, þegar voru að byggja hann í Ísfjarðavík. Þannig að við höfum farið svona í verknámsferðir, skoðað og svo hef ég viljað að vera svolítið umræður það. Varðandi stærri verkefni, svo ég sagði áðan, þá erum við með lítil hús, svona smáhúsis sem verður að byggja og nemendurnir eru í raun og veru að byggja það frá grunni. Þannig að það er það sem við gerum úti, en við höfum ekki aðstöðu til að gera það hérna, en þá gerum við annars staðar og hérna, til dæmis nemendurnir sem eru á þriðján hjá mér núna, þeir eru búin að smíða hús, það eru fókalt og nú förum við bara að setja í það glugga og klæningu og loka því fyrir áramótin, alveg, með hérna, setja þakjárn og þannig að sé alveg fókalt og svo eftir áramótin verðum við einrétta. Það er eins og ég bara, fólk eða nemendur eru bara í þriðja öld, eru þeir bara sérstakir að bara gera bara stóra verkefni, bara sérstakir bara eins og hús, varst að meina, og þak. Þá eru þeir bara strax bara að vita hvað þeir eru að gera eða þeir þurfa eitthvað upplýsingar sérstaklega. Ég þarf að kenna nemenda jafnóðum og síðan nemenda við byrjum alltaf hérna inni og fer yfir hvað sem við ætlum að gera við daginn. Við erum heila daga í þessu, tökum heila daga í einu, 3 daga í eins og í mánuði og byrjum hérna alltaf inn og förum yfir daginn og svo förum við út að smíða. Svo eru bara hópar eða þetta er bara eitt stór hópur, hvað er að gera allt? Þetta er eitt stór hópur. Þessi nemendur á þriðju öld, þeir eru farnir að vinna og þeir geta unnið svona kannski 60–70% hérna vinnu með þessu. En þeir eru líka í grunnnámi, ekki búin að klára grunnnámi, þannig að þetta er heilmikil vinna ef þeir vinna mikið. En það er svolítið mikið, þeir þurfa að skila svolítið miklu áður en útskrifast úr skólanum, þá þurfa þeir að vera búin að læra verklegt og þá þurfa þeir að skila ákveðnum tíma. Það er hluti af náminu, vinnustaðnámi. Það meira fínir. Takk fyrir. Takk fyrir.